Hvað viltu fá að vita? Hvað vil ég fá að vita? Hvað getur sagt þér? Hvað vilt þú vita? Vilt þú byrja að spyrja mig? Eitthvað danskotan? Nei, ég veit það ekki. Nei, skjóttu bara. Ég skal reyna að svara bara eins vel og ég get. Já, fyrsta skot, við erum byrjaði bara. Mikið ertu glæsilegur. Ó, takk. Ég vil dressa mig upp. Já. Og því maður er búin að vera popstjarna í 30 ár og aftur mættur á toppin á Spotify. Þú veist, og maður er mættur til Sölva. Ég get fjandakonni dressa mig upp. Er það ekki? Jú. Er ekki líka eitt af því sem að þú ert búin að sakna í COVID að hérna er aðeins færri tækifæri til að dressa sig upp? Sko reyndar þá er ég búin að vera svaka heppinn. Ég hef fengið að syngja í jarðaförum á virkundögum og helgar hef ég stundum fengið hreinlega að vera, ég hef fengið að brjótast inn á heimili fólks og ég er hreinlega inn á stofugólfi heima hjá fólki að tróða upp fyrir kannski lítil partí með gítarleikara, Ásgeir Ásgeirsson, gítarleikara og ég. Vissur listátíð í Reykjavík bauð upp á þetta. Þetta var svo kvöldur listagjöf og listamenn sko úr ýmsum áttum hreinlega voru pantaðir inn á heimili fólks og bara gegn því að allir væri með grímur og svona sóttvarnir hafa þær í hávegum sko. Alveg rétt. Svo er bara talið í, þú veist, 5-6 lög og þannig að ég er komin aftur á svona byrjunarreit. Mér líður eins og ég sé 2 ára að tróða upp í saumaklúbbnum hjá mömmu. En er þetta ekki dálítið, þetta er það sem tónlistamenn náttúrulega gera gjarnan þegar þeir eru í blá byrjunin á ferlinum, þá taka þeir öll gig og líka pínulítil gig og alls konar. Svo kemur eitthvað svona moment þar sem að þetta verður kannski, eða ég veit ekki, ef ég væri að fara að fá eitthvað heimti mín í partí, þá væri svona eðlilega hugsun á mér að það væri erfitt að fá Bubba eða Pál Óskar. Nei, bara alls ekki. Ekki í mínu tilfelli, ég er alveg til. Af því jarðafarirnar sem eru auðvitað ákveðin þjónusta, sko. Jú. Og svona litlar enga veislur þær hafa hreinlega að bjarga lífi mínu. Já. Þær hafa bara þær sjá til þess að það sé mjólk í ískápnum. Þú varst náttúrulega með risa projekt í undirbúningi þegar að þú ætlaðir að halda svaka stóra tónleika. Það var sko 50. afmæli sko 16. mars árið 2020 en COVID sem sagt COVID-giggið byrjaði akkurat 16. mars. 16. mars, þetta er akkurat. Þá voru fyrstu fjöldatakmarkarnir. Ég fekk fjöldatakmarkarnir í afmælisgjöf. Þannig að, og ég var eitthvað að reyna að grísa á það hvort ég mætti gera þetta núna í mars, sko 3., 4. og 5. mars. Það er ekki að fara að gerast, við getum sagt okkur það sjálf. Það verður ekki komið eitthvað 1000 manna leyfi í Háskólabíó þá. En ég er núna settur í Háskólabíó núna í byrjun september, 10. til 12. september. Ég gruna það eftir að ganga eftir. Já, ég tel það líklegt. Þú sagði mig líka og væri bara orðin, það var bara stappaða bókunum hjá næsta haust. Já, sko, það er ekkert mikið núna einhverjar árshátíðir og svona ekki sem ég frétt af. Nei. Við erum í svona limbói núna, af því það er byrjað að bólusetja fólk. Og þannig að stemningin er nákvæmlega svona allir að bíða eftir því að það sé búið að bólusetja þessa þjóð í bak og fyrir sko. Og mér finnst það að vera eiginlega hitt besta mál að leyfa því að gerast á þeim hraða sem það þarf að gerast að því ég er vanur að spila til dæmis á dansibölum, þú veist, undir kringumstæðum þar sem er smekkfullt dansgólf, skilurðu, allir að hoppa á staðanum og svitna og allir fyrir sleik og til þess að áhorfandinn fái bara aftur traustið, skilurðu, í magan til að geta farið inn í svona rými, skilurðu, þá verður bara að vera búið að bólusetja rjóman af þjóðinni, allavega mér fannst svolítið gott að fá þessa fréttir bara núna daginn að líkur á því að 190.000 manns verði bólusett núna í júní. Það þýðir bara gott sumar og við erum aftur komin í gang. Einmitt. Saði við mig að búið að taka mér svolítið tíma á því auðvitað, og núna náttúrulega er smá tilefna því að þú ert, eins og sagðir án, efstur á Spotify og þú ert alltaf gerast. Hvernig er að vinna með ungum tónlistamönnum eins og til dæmis þetta sem varst að gefa út núna með Birni? Veistu, þetta er dásanlegt og það sem að
Ég get ekki annað en verið bara glaður og þakklátur fyrir allt sem að gerast núna. Nú ég að fá það svolítið beint í fangið að það ný kynslóð tónlistarmanna og bara jafnvel krakka sem eru kannski 30 árum yngri en ég og þau eru núna að kveikja á sko öllum gömlu lögunum. Gömlu lögunum þínum? Gamla katalógum. Þau eru í alvörinu að hlusta á stöðplötuna síðan 93 og Unnsteinn Manuel gerir þetta dásanlega cover af Er þetta ást sem ég held að sé nú einn besti texti sem ég hef nátt í hann samið og önnur stelpa sem að heitir Elín Sara Hall, hún lék í Lof mér að falla. Já, varst að segja mér þetta bara en rétt fyrir viðtalið. Að hún að gera núna sína eigin ábreiði á stanslös stuð sem geðveikt hjá henni. Búin að hlusta á það? Það er yndisleg upplifun að heyra aðra listamenn gera svona ábreiður á sinni eigin hátt sko. Þú veist, gera þetta eins og þau upplifa lögin sko. Og að því ég stundum ég er svolítið seinna að fatta stundum sko, ég er svolítið lengi að kveikja, þú veist, maður gerir eitthvað, maður skrifir eitthvað, maður tekur eitthvað upp, sendir það frá sér, svo ger ég mér ósköp litla grein fyrir því hvaða áhrif það hefur á fólk. Einmitt. Ég heyrði ekki textan af Er þetta ást, ekki fyrr en Unnsteinn Manuel syngur það. Hvernig lýsir það sér? Sko, heyrir hann þá nýjan hátt eða? Já, ég loksins kveikt á því hvað þessi texti væri og á hvaða stað ég var og hvað þetta skrifað af miklum sársauka, ég þurfti að losa svo mikinn sársauka og ég náði að koma því í orð og skila því frá mér en svo kemur þetta moment, ég get alveg verið á tánum þú veist, í stúdíónu þú veist, ég get alveg verið að tjúlast úr fullkomnunar áráttu þú veist, þar inni og mér finnst það svo sem allt í lagi en þegar lagið er tilbúið og ég er búin að senda það út þá kemur þetta crucial moment þar sem þú verður að sleppa tökunum Einmitt. Af listaverkinu þínu þú getur ekki stjórnað viðbröðum annars fólks þú getur ekki krafist þess að fólk klappi fyrir þér þú veist þú getur ekki heimtað að lagið verði hittari þú veist, ef ég gæti það þá væru öll lögin hittarar og þau eru það bara ekki neitt þau eru náttúrulega mörg þetta er orðin slatti, þetta er orðin mjög góðu katalógur sem ég er alveg svakalega stoltur af ég er einhvern veginn þetta er svo skrítið að manni líður stundum eins og maður hafi ekki gert neitt og ég þekki það og svo venjulega fær maður staðfestingu á því gagnstæða í gegnum annað fólk það er svolítið mikið til í því mikið til í því og þetta er ekki bara þetta á ekki bara við músíkina þú veist, listsköpununa það kemur líka til mín fólk þú veist, núna koma til mín hammar sem eru núna orðnir 30 og þeir taka mig afstíðis og einfallega segja, Palli, veistu, ég verð bara eiginlega að koma þig frá mér, þú eiginlega bjargaði lífinu. Já, það er svolítið. Já, þetta eru hommar sem eru kannski áttu ekki auðvelt líf, þú veist, alla sinni barnæsku, erfitt fyrir það að koma út, þú veist, eða kannski aðstæðunar leyfðu það ekki eða eitthvað. Og svo bara segja þér, þú veist, ég var, já, sumir þeirra hafa bara hreinlega sagt, ég var að pæla í að klára þetta, bara, og svo sá ég því í sjónvarpinu. Þú veist. Þetta hlýtur að vera á einhvern nátt frábæð tilfinning. Þetta er rosa magnað, þú veist að fá svona, þú getur ekki heimtað þetta, þú getur ekki beðið þetta, en hvaða, ef þú segir þessi komin yfir 30, hvaða tímabil er það þá þegar þú ert að hafa áhrif? Er það þegar þú eru unglingar eða? Já, þú veist,
og í sjálfur sér, þetta alveg frá þú veist, ég byrja núna fyrir 30 árum síðan, einmitt 91 að þá var Rocky Horror í MH. Alveg rétt. Og svo tókum við öll þessi dragsjó og ég og Marius alveg á fullu, alveg fierce og sko það vantaði ekkert í þessi dragsjó nema skömm. Við gátum ekki skammast okkar. Og hvaðan kemur það samt? Yndislegt, sem betur, ég veit ekkert hvaðan kemur. En hvaðan kemur það að vera 91 með svona sjó og finna enga skömm? Það vel gert. Veistu, sko þegar ég hugst tilbaka það var bara ekkert auðvelt að vera gay. Það var ekkert auðvelt að vera hinsegin á Íslandi 91. Nei, nákvæmlega. Meira að segja fólk sem við vissum af, fólk sem við þekktum persónulega var jafnvel veikt, þú veist, og var að deyja úr ákveðnum vírus sem við vorum að díla við þá sem heitir HIV. Einmitt. Og en kannski getur verið að eins hræðilegur sjúkdómur og HIV vissulega var við getum ekki sagt að hann sé það lengur það var mikið áunnist og þrátt fyrir þessa blóðtöku þú veist, á Íslandi að þá varð allavega HIV til þess að venjulegt fólk á Íslandi, þú veist, okkur öllum var stillt upp í vegg og við urðum að fara að tala þú veist, hvað það er að vera gay, hvað það er að vera hommi, hvernig kynlífið okkar fungerar, hvernig getum við lifað öruggu kynlífi, þú veist, við vorum bara að pæla í sóttvörnum, þú veist, þess tíma, þú veist, okkar sóttvarnir, okkar helsta aðferð var smokkurinn, þú veist, og við höfðum í raun ekkert annað, en það sem var verst var öll þessu óvissa, það vissi enginn í upphafi hvernig þetta smitaðist mann á milli, ég man eftir því að ég þorði ekki að þóa mér hendurnar á almenningsklósettum á Hlemmi, þú veist, maður þorði ekki að drekka úr sama glasi. Hvaða árum er þetta? Sem þetta ég að mæti upp í samtökju 78 1987 þá banka ég fyrst upp á þú veist, skjálfandi á hnjánum og sem betur fyrir þá kom Þorvaldur Kristinsson til dyra og áttu við mig alveg ofsalega fallegt samtal. Skjálfandi á hnjánum að því að það væri bara erfitt? Ég arka þarna þú veist, upp að Lindagötunni þú veist, og banka upp á þessu timburhúsi, þarna bara einn, ég vissi ekki að maður geti bara opnað hurðina og lappað inn og þannig að já, ég held að með HIV-vírusnum fara að dúndrast inn upplýsingar til almennings sem við bara einfallega höfum aldrei vitað af eða heyrt af áður. Nei. Og við hommarnir lærðum ýmislegt okkur sjálfa en leið restina af þjóðinni. Einmitt. Þannig að ég held að þetta hafi verið nefnilega, þú veist, eins mikil hryllingssaga og þessi vírus var, þá opnaði þetta á umræðu og allt í einu fór maður að fá ábyrgar upplýsingar frá ábyrgu fólki, til dæmis landlækni, þú veist, fólk sem vissi hvað það var að tala. Þú veist, ekki einhverja mýtur, ekki einhverja sögusagnir, blala. Og þessar upplýsingar náðu til mín, 17 ára. Skilur þið? Að ég allt í einu kveikja á því, býtu, ég er ekki einn. Ég er ekki ykkur flippi, það er annað fólk út í heimi sem að díla við það nákvæmlega sama. Ég var bara að díla við tilfinningar, ég var ekki að díla við HIV, þú veist. En svo kom þessi vírus, HIV, þú veist, og svífur yfir manni, þú veist, eins og svona draugur, þú veist, sem stöðugt kemur tilbaka að ásækja mann. Óttinn sem fylgdi því að lifa með þessum vírus ég held að þessi ótti hafi ekki farið úr maganum á mér og miðtaugakerfinu á mér fyrr en við fengum okkar bólusetningu við HIV.
forða? Það núna komið lyf á markaðinn sem við kallum PrEP og ég sem sagt á þessu lyfi. Sem forvarna lyf við? Þetta er hleðslulyf sem ég tek einu svona á dag. Það hleður sig upp í líkamanum, það tekur enda svona 2 vikur að hlaða sig upp í líkamanum. En það bara einfallega verður til þess að ég get ekki pikkað upp HIV-vírusinn. Líður eins og þetta hafi á einhvern nátt hangið inn í maganum og það alveg þangað til allan tíman, já. Og það var það fyrsta sem gerist, þetta yndislega fólk sem vinnur upp á lyflækningadeild A3, gamla borgarspítalanum eins og ég kalla þetta alltaf, Fossvoginum, að þau þetta fylgjast með manni og teka því hvaða áhrif lyfið hefur á mann. Sérstaklega þetta fyrstu 2 vikurnar, þú getur þetta fengið einhvers konar aukaverkanir sko, að því líkaminn bregst kannski við lyfinu fyrst eins og það sé intruder sko, aðskotarhlutur sko, bara hvað ekki? Þú getur fengið magapínu og hausverki og svona. Ég reynda að slapp við þetta allt saman, allar aukaverkanir og svo spurja þau upp á deild bara, jæja Palli, hvernig hefur það? Einhverja aukaverkanir? Nei, allavega engar líkamlegar aukaverkanir, það er aðalega andlegu aukaverkanundar. Hvernig þá? Það allt í hennu lag af mér 30 ára gamall ótti við vírus sem er búin að vera, þú veist, á bakvið gluggatjöldin allan tíman. Hvernig líst það sér þegar þú segir að þessi ótti fari? Fannstu það að þú veist, var bara svona eins og það væri allt í hennu fékk ég bara einhverja slökun í skrokkin sem ég hafði ekki fundið áður. Ég tek þessa ákvörðun fyrir mig sjálfan. Ég vil vera á PrEP fyrst og fremst til þess að verja mig. Einmitt. Burt með gamla hugsunaháttin, þú veist, ert þú með smokka? Ert þú með AIDS? Ert þú með þetta? Ert þú með svona sjúkdóma? Vippa allri ábyrðinni yfir á partnerinn. Þú veist, út með það, þú veist, ég vildi frekar taka ábyrð á mér, þú veist, á sjálfum mér. Í leiðinni þá, passa ég upp á það að minn rekkjunautur eða minn kærasti, skilur, pekki ekki upp sem að hann vill ekki, en snildin á baku þegar að vera á PrEP á Íslandi er eftirfylgnin. Þú mátt ekki vera á PrEP á Íslandi eftirritslaust. Á 3 mánaða fresti, þá verði ég að mæta, ég fæ bara 3 mánaða skammt í einu, og 3 mánaða fresti, þá verði ég að mæta aftur upp á deild og ég er testaður við öllu það fylgir bara til í bókinni. Okay. Vegna þess að þau taka eftir í Bandaríkjunum þegar það byrjaði að nota PrEP á mannfólki cirka 2012 strax fyrsta árið þá hrundu HIV nýsmitt niður 40%. Og 2013 þá hrundu þau niður önnur 40%. Og í dag þá næstu ég heyri það til undantekninga HIV nýsmitt í vestrænu samfélögum, þau næstu ég heyri til undantekninga. En hvað gerist? Hommarnir fara að ríða smokkalaust og aðrir sjúkdómar fara að gæjast og gera comeback eins og til dæmis sífilis og ég sá ansi gott plaggat á einum gay-klúbbi í Bandaríkjunum einmitt cirka 2013 það sem var mynd af svona Tom Selleck svona 70s mynd og með mottuna já, með mottuna og allt og á plaggatinu stóð Guess who's back from the 70s? Mr. Syphilis. Mr. Syphilis. Þannig að við þurfum að passa okkur á því núna og þess vegna eins gott að vera bara í þessu prógrami þú veist, með þessa eftirfylgni og ég í leiðinni get líka spurt sjálf mig hvað var ég duglegur að mæti í tékk áður en ég fór á PrEP hvað liðu margir mánuðir milli þess sem ég þorði að fara liðu 6 mánuðir
leið kannski heilt ár, þú veist, núna í dag, ég hef aldrei verið jafn viss minn status, þú veist, ég hef aldrei verið jafn viss mitt heilbrigði, mitt líkamlega heilbrigði. En var þá upplifur það að hafa verið langt tímabil þar sem var kannski orðið að því að við erum fá á Íslandi, þeir sem eru samkynhneigðir á Íslandi eru þá náttúrulega fáir meðan við önnur lönd, að það hafi þá orðið svona eins og gjá innan samkynhneigða hópsins af því að það væri ótti, þessi getur verið með smit og ég hef heyrt það, eða þessi er smitaður. Það var svolítið sérstaklega á 80s tímabilinu, sérstaklega. En síðan þegar við gerum grein fyrir því að veist, það er hægt að lifa öruggu kynlífi, þú getur náttúrulega smokka og það allt saman, það er til leiðir sko. Þú þarft ekki að skjálfa á beinunum af hræðslu sko, við vírusinn, ef þú bara fer varlega, en síðan getur ekki, þú veist, þú getur ekki síðan bara áætla það að allir séu edrú alltaf, þú veist, og að dómgreind allra sé bara í stakasta, fínasta lagi alltaf, nei. Magnaður að lýsa þessu með þú veist, að snerta og þetta, ég er nógu gammal til þess að muna eftir einmitt bara að maður heyrði að einhver veri HF smitaður og þá bara heyrði ég ætla ekki að koma nálægt þessum einstaklingi, ég get smitast með því að koma nálægt honum og bara, þetta var alveg svona draugur sko. Já. Það var í raun og veru náttúrulega Magic Johnson svolítið sem að varð andlitið svona einhvern veginn þegar hann kemur þarna og það bara, þá einhvern veginn varð þetta allt svo raunverulegt. Já. Fyrir Magic Johnson þá var þetta hommasjúkdómur. Akkurat. Og það var hræðilegt að horfa upp á valdamikið fólk og stjórnvöld sem kusu að humma þetta fram á sér og að þetta var hommasjúkdómur. Akkurat. Það var hræðilegt að horfa upp á það og í rauninni hægt að segja heil kynslóð homma hafi hérna dáið. Einmitt. Þetta var sko þannig blóðtaka. Einmitt. Svo bara mætir Elizabeth Taylor alveg brjáluð og Liz Taylor það var hún það voru svona popstjörnur eins og Dionne Warwick og Elton John og Madonna þau öll stofna sína eigin sjóði, í eigin nafni og það voru sko haldin dansiböll og dansmarathon, þú veist Dionne Warwick gefur út That's What Friends Are For og það var mest seldi singull ársins, þú veist Elton John er enn að, þú veist og ég get svo svarið að ég gruna að aðkoma þeirra, þessa fólks þú veist, og þessar grilljónir sem þau náðu að safna til alnæmis rannsókna það má bara vel vera að þetta hafa orðið til þess að ég get verið á prep í dag. Ég skil ég. Af því hjólinn snerust svo hægt þú veist og ég er búin að ræða þess við einmitt við erum svo fljótt að glema. Ég ræddi við Sigurstein Másson þegar hann var og Margréti Pálu þetta einhvern veginn kom út úr skápnum á Ísland á þessum tíma og sérstaklega alltaf fyrir Margréti Pálu sko. Fyrir það löngu síðan. Það var bara, hún lýsti því bara þannig á einu degi misti ég öll tækifæri mín. Og bara fólk sem búið að vinni mín bara hægt að tala Við erum svo fljótt að gleyma sko og sem betur fer náttúrulega gífulega mikið búið að ávinnast. Hvað myndir þú segja staðan væri í dag? Er ávinningurinn fullnaðar sigri náð eða er land í land? Nei. Land í land. Hvar eru stærstu vígin? Ég upplifi núna transfólk á mjög svipum stað og við vorum fyrir 30 árum síðan. Já. Þannig að hitinn er þar núna. Já. Einmitt. Og verk að vinna. Já. Hvað myndir þú segja hvaða verk væri helst að vinna þar? Bara alls konar? Í fyrsta lagi þá eru þau einfaldlega að vakna sjálf til lífsins. Einmitt.
þú veist, með þessum sýnileika eftir því sem transfólk verður sýnilegra, þú veist, og gefur baráttunni andlit og nafn að þá vekur það upp auðvitað annað transfólk, ekki dósu upp á við hommatir gerði fyrir 30 ára síðan. Við bara erum mættir í draki á forsíðublaðana, þú veist, gefa baráttunni andlit og nafn. Og sýnileikin myndi ég segja, magnaðasta verkfærið í baráttunni. Og þú veist, og hér kem ég 93 með bara diskoplötu og upprunalega pælingin var bara að gera diskoplötu. Þú veist, ég hafði bara áhuga á diskói og ég var bara forvitin þetta listform, aðalega bara, akkur til svona mikið af lélegu diskói, akkur til svona mikið af lélegu, akkur 90% af danstónlist bara algjört krapp og af hverju 10% af þessu algjör snild, svona tímalaus gull. Þú veist, við leggjum að stað með það, ég og Jóhann Jóhannsson hittinn og Sigurjón Kjartansson og gerum stuðplötuna. Ég ranka síðan við mér, þú veist, þegar platan komin út og ég fann að túra á félagsmiðstöðum. Ég varð svona MC-gauti þess tíma já. Bara fór í alla grunnskóla og allar félagsmiðstöðunar að því krakkarnir gripu þetta fyrst. Krakkarnir föttu þetta fyrst. Að þá ég allt í einu, þá ranka ég við mig þar sem ég allt í einu stattur í miðri mannréttindabaráttu með einhverja diskoplötu. En diskoplatan var ákveðin sýnileiki, þú veist, músikvídeóin sem voru gerð og ég að tróða mér í alla fjölmiðla, þú veist, að gefa andlit og nafn. Og ekki með það var ekki bara andlit og nafn, þú veist, það var líka húmor, músik, sköpun, list, sko, og hérna stöfið sem við erum klári í og við hérna, ég trúi því að það sé besta leiðin í allir mannréttindabaráttu. Þú verður að ná að snerta við fólki og verður að ná að tengja við það og þau verður að tengja við þig. Já. Ég held að allir listamenn eru bara í því að reyna að ná tengingu. Þú veist. Engin listamaður vil skapa eitthvað og svo yftir bara öxlum. Nei. Þú veist. Auðvitað vil ég vekja upp með þér einhverja tilfinningar eða ég vil koma í orð einhverju sem þú getur ekki komið í orð. Það mitt. Ok? Það er ekki það sem góð list gerir fyrir mann, hvort sem það er tónlist eða bíómynd og hún nær einhverjum hluta af manni einhverju tengingu. Sko. Já. Og ég vil að fólk tengi við þessu lög, ég vil að textarnir séu nógu einfaldir til þess að munir þá og lögin og melódíurnar verða að vera svo catchy að þú þarft bara að heyra þetta einu sinni og svo flautar út á götu. Og ég vil helst að lögin mín séu sungin á hverju einasta götuhorni, þú veist, í öllum partíum, spila á öllum klúbbónum, everywhere. Hefur ekki lendið þá svona erketýpu listamannunum sem að agnúast út í allt sem er mainstream og þetta má ekki vera vinsælt. Þá má hann bara vera þar en veistu, mín list gengur út á þetta. Mín listsköpun er pop sem er dregið af orðinu popular. Algjörlega. Og ég skil ekki að þú ert að setja eitthvað út. Ég skil ekki að þetta er ekki að vilja að fólk konsjúmi það sem mest. Af hverju ekki? Ég vil að lögin séu sungin í söngjandi framhaldsskóluna. Þú veist. Og ef ykkur árshátíðarnefnd, þú veist, sendir mér mail og þarf að fá playbackið af allt fyrir ástina eða eitthvað. Og þau eru búin að búa til texta við þetta og það sem ég ít á send. Ekki málið, bara notið þetta. Blastið þessu út. Ég vil það. Þegar þú varst að lýsa þessu með disko og allt þetta, upplifir það á þeim tím og þessum árum að þú værir að hafa svona mikil áhrif í þessari mannréttindabaráttu eða sérðu það meira núna eftir á? Eftir á. Já. Að því þegar þú ert inn í miðjum hitanum þá kannski
þá ekkert alltaf alveg kveikt á öllum bækistöðunum í hausnum á því, sko. Og sérstaklega þegar þú lendir í svona hringekju, eins og að eiga hittara og síminn hjá þér hringir 50 sinnum á dag og þú ert að fara að gera 4-5 gig þá vikuna, fattar þú? Að þá hefurum nóg annað að hugsa heldur en að spá já, ég sem sagt svakalegt verkfæri í mannréttindabaráttunni. Þú veist, ég hef meira áhyggjur af því hvort að monitorarnir séu ok og hvort að ljósasjóðu sé rétt og þú veist, hvort átvitti sé í lagi, þú veist, þarf að þrengið á mig eða hvað. Ég að hugsa ykkur allt aðra hluti, sko. En hefur átt eitthvað svona moment þar sem að, þú veist, þú einmitt ert hérna þá náttúrulega bara þekkt þegar gleðigangan orðin þannig að bara náttúrulega hvergi í heiminu sem er jafn hátt hlutfall þjóðarinnar sem að mætir að þú ert þar bara í forgrunni og hugsar strákinn sem fór skjálfandi á beinunum niður í samtökju 78 og þetta ansi hérna, ég kom inn ansi langa leið. Já, ég geri nefnilega og bý til þessi læti í gleðigangunni og vil gera það vegna þess að mér verður hugsað til stráksins sem var skjálfandi á beinunum að banka upp á 17 ára gamall. Ég hugsa til hans og svo hugsa ég til gaursins sem út á gangstétt sem ennþá í skápnum. Akkurat. Þú veist, skítrættu við að koma út. Í dag þá hérna kannski ég hiss á því hvað það mörg skápakeis á Íslandi. Það ennþá svolítið? Já, því miður. Því manni fannst að það var tímabil þar sem að það var einhvern veginn mjög svona einhvern veginn algengt að einhverjir höfðu verið kannski í hjónabandi í 20 ár og svo loksins þorðu þeir að koma út úr skápnum. Maður hélt kannski að það var orðið sjaldgæfara núna. Nei. Sko, það verið ýmislegt áunnist en trúðu mér. Þú veist, elsku skápakeisin þarna enn. Já. Og ég stundum veit ekki alveg, ok, hvers konar ótta þeir að díla við? Hvaðan kemur þessu ótti við að koma út? Ótti við dómhörku? Hvaðan kemur svo dómharka? Frá vinuðinum? Fjölskyldunniðinni? Ekki líklegt að það koma oft frá manni sjálfum? Ég veit ekki, og heyrður eitthvað segja eitthvað ljótt í útvarpinu, þú veist, sem leifir þeir að búa til þennan slagbrand. Þú veist, bara þú setur svona slagbrand fyrir fram að lífið þitt. Já, einmitt. Og veistu að ég gruna, veistu, nú þarf ég aðeins að ranta. Já, rantaðu. Ég held að því ég get bara að tala fyrir hönd hommanna, þú veist, sem einn liturinn í litrófi hinsegin fólks. En ég held að þetta einu samt við eiginlega all litrófið í hinsegin á hinsegin litaspjaldinu, sko. Ég held að margir hommar sé að díla við eitthvað konar tráma. Ok. Og ég hef ekkert mikið fyrir mér í þessu, þú veist, þetta bara svona heima tilbúin kenning en ég held að áfallið sem að við erum að díla við, það gerist mjög snemma einhvern tímann í barnæsku og ég held að viðkvæmi punkturinn, viðkvæma tímabilið okkar byrjar sko daginn sem við kveikjum á því að við erum ekki alveg eins og hinir. Við erum kannski 5 ára, 6 ára þegar við kveikjum á því að við erum ekki alveg eins og allir hinir krakkarnir í bekknum. Og það er þá sem svona pínu lítil tímasprengja byrjar að tikka inn í okkur. Og þessi klukka hættir ekki að tifa fyrr en við komum út. Á tímabilinu þar sem að við erum í skápnum, gagnvart okkur sjálfum, þá getur kannski ýmislegt gerst. Þú veist, við kannski verðum fyrir ykkur eða einhver segir eitthvað ljótt
ljótt við okkur eða einhver gerir eitthvað ljótt við okkur eða við sjáum eitthvað ljótt okkur í sjónvarpinu eða heyrum eitthvað ljótt sagt homma í útvarpinu þú veist áfallið getur birst í ýmsum myndum og komið hvaðan af að Það er líka allt öðruvísi að þú værir kannski orðin 25 eða 30 og einhver segir eitthvað eða hvort þú ert einmitt lítið barn Málið að við fáum þetta mótlæti og upplifum það sem börn. Það getur gerst í skólanum, þú veist, meðal hinna krakkar í skólanum, getur gerst í leikfimitímanum, sundkennslunni, við einfaldlega upplifum eitthvað ljótt, eitthvað mótlæti sem verður til þess að við hugsum ég sem sagt ekkert voðalega velkomin hérna. Ég sem sagt ég á ekki að vera hérna eða þau vilja ekki hafa mig hérna eða þú veist, ég minni en þau þú veist, og allar svona pílur skilurðu, sem verið að kasta í mann pílurnar eru bara til þess gerðar að smætta mann Akkurat, skilurðu, akkurat og hérna skilja mann eftir útundan Jafnvel þóttu við lendum ekkert í einhverju hrikalegu, hræðilegu einelti, þú veist, í okkar skólagöngu. Jafnvel þóttu við kannski ólumst upp á mjög fallegu, góðu heimili, þú veist, eigum skiljísíka foreldra og allt þetta. Þá tökum við þessar pílur, geymum þær í maganum, þú veist. Svo komum við út, þú veist, þegar við nennum þess ekki, skilur við. Mörg okkar sparka upp skápahurðinni sko og bara skellum grænni hárkollu á hausinn okkur og förum í geiprætgönguna húra fyrir því en pílan er ennþá óafgreidd þú veist, í maganum okkur og að burðast með svona tráma í maganum getur síðan haft áhrif á líf okkar, þú veist, þegar við eldumst getur haft áhrif á persónuleg sambönd, þú veist, eða bara hvernig við umgöngumst og upplifum aðra karlmenn hefur áhrif á sjálfsmyndina, sjálfsímyndina, þú veist það er mjög auðvelt hjá okkur að grípa í það að rakka okkur niður og hérna og refs okkur á einhvern yndislegan hátt skilur já, og við þróum með okkur fullkomnar áráttu við þróum með okkur dómhörku þú veist, í okkar eigin garð það er alls konar svona sitt sem að við verðum síðan að díla við á fullorðinsárunum þú veist ekki hvað ég hef hitt marga brotna homma í lífinu og ég einn af þeim, þú veist, ég búin að vera bara í því að reyna að raða mig saman og ég held að hérna, það var ekkit fyrir svo löngu síðan, ég gerði mig grein fyrir því að við hommarnir við erum búnir að upplifa ákveðna byltingu, þú veist, í samfélaginu, svona út af við, en nú þurfum við að hérna fá 2 svona bónusbyltingar í viðbót. Við strákarnir, við þurfum kynlífsbyltingu og andlega byltingu. Sem lýsar sér í hverju? Við nefnilega, að því að við erum karlmenn, við pekum upp ákveðna hluti frá karlmennum. Við erum karlmenn fyrir það fyrsta. Og við, einhvers staðar á leiðinni, þá pekum við upp þau skilaboð að kynlíf er eitthvað sem karlmenn gera og þetta andlega dót, það er eitthvað fyrir kettlingar. Góða punktur. Og sumar okkar forðast það síðan að pikka upp einhverja kettlingastæla. Fara út í sexið, alveg á grilljón, þú veist, allir kynlífsklúbarnir sem eru til út í heimi sem eru ætlaði karlmennum, for men only, no til að þeim big business. Við strákarnir eigum stundum í erfiðleikum með að
láta þetta dansa saman. Já. Við verðum að láta þetta dansa saman ef við eigum að vera bara hreinlega andlega og líkamlega heilbrigðir og ef við eigum að vera húsum hæfir og ef við eigum að geta átt í nánum samböndum við hvorn annan. Og mér finnst ég nú lít ég þannig á mig og mér finnst ég vera svo heppinn að ég er með bæði elementin í mér. Ég er bæði með maskulín elementið í mér og feminin elementið. Ég er með bæði. Þetta er stærsta gjöf sem ég bara stærsta vöggugjöf sem ég geti fengið í lífinu. En þetta er og í þessu felst minn styrkleiki. Þetta er frábær punktur vegna þess að þú ert að ræða núna um samkynið en síðan held ég bara líka í samfélaginu á Íslandi þá sé það alveg góð umræði með fyrir okkur öll þetta með femininityð og maskulinityð og hvernig það er að yin og yangast í íslensku samfélagi. Þú veist, mér finnst oft vera ákveðnar skekkjur í því, sko. Sko, ég... líka hjá gagkinuðu fólki, sko. Já. En ég skil hvort að fara. Allan að mín saga er svo, er að í kringum 30 að þá einfallega býð ég ákveðið skipbrot. Þú veist, ég fyrir þrótt. Búin að vera popstjarna í 10 ár, þú veist, og allt vitlaust. Og það er ekkert mál, þú veist, að vera í þeim heimi performera sig í gegnum þetta allt saman, sko. Og eins og ég segi, þegar það er nóg að gera hjá þér, skilurðu, þá færðu sko lítinn tíma til að staldra við og eitthvað að hugsa þeim gang, bla. En ég fer ekkert að pæla í sjálfum mér á einhverjum andlegum level fyrr en í kringum 30. Og ég er enn að. Ég er búin að læra að það er engin útskrift. Nei. Þú veist, ég er stöðugt að tékka á minni andlegu líðan bara eftir ákveðnu prógrami og það eru til svo margar dásamlegar leiðir til þess að heila sjálfan sig andlega alveg eins og það eru til margar dásamlegar leiðir til þess að heila sig líkamlega. Nákvæmlega. Og þú getur farið í ræktina, þú getur farið í world class, farið í jóga, farið í labbetúr upp á fjöll, þú veist. Að samanskapi andlegi pakkin, farið til sálfræðings, þú veist, lestu allar bækurnar sem þú kemst í, hlustaðu á andleg samtöl fólks inn á YouTube, notaðu tólsporakerfið, þú veist, bara fyrir sjálfnaðu, ef þú þarft, listin er endalaus. Málið er að þetta ferðalag, þú veist, bæði andlega og líkamlega ferðalagi, það verður að koma frá þér og ef þú ert að díla við einhverja svona skemmt, þú veist, eins og ég með mitt tráma úr barnæsku, að þá verð ég að byrja að vinna á skemmtinni með kærleika. Ég get ekki setja hérna og fussa og sveigja yfir því hvað lífið mitt var ömurlegt, þú veist, eða benda okkur annan, allt þeim að kenna og lalala. Þá ertu komin út í drama og drama er dregið af orðinu dramatic sem er eitthvað ofstórt, þú veist, ýkt og eiginlega óþarfi. Drama er óþarfi. Þetta er góð punktur. Áhyggjur, þú veist, áhyggjur er nokkuð sem er allt í lagi að vera með. Sérstaklega ef það er einhver inneign fyrir áhyggjunum. Stundum hef ég áhyggjur af því, þú veist, hvort ég ná að borga reikningar á næstu mánaðamót, bla. En það eru allt í lagi áhyggjur. Mér finnst það eðlilegt. Þetta munur á því hvort að maður vaknar í kvíðakasti yfir því að maður á eftir að skila 2 ársreikningum eða því maður glemdi að hringja í einhvern. Já. Stundum verða áhyggjurnar algjörlega overblown og úr öllu samhengi, sko. Já. Þá ertu orðin dramadrottning. Já. Ok. Og áhyggjufíkill. Og ég varð að leggja dramadrottningunni og ég þurfti að læra að sjá aðstæður, þú veist, hluti, staði,
fólk eins og það úr lofti að því þegar ég horfa á eitthvað úr lofti, ég er búin að taka blað og penna og ég er búin að skrifa þetta niður og sé þetta að þá er það allt önnur upplifun að sjá lífið sitt úr lofti heldur en að vera inn í því miðju að trillast úr einhverjum hugmyndum, kafna úr einhverjum skoðunum og og trillast á þinni versjón af atburðarásinni. En þetta ekki stóru myndinni svona það sem að þegar að fólk í þessari vinnu sem þú ert að lýsa, að maður er alltaf að reyna að komast lengur og lengur í þá átt að geta séð hlutina hlutlaust, af því það svo ríkt í manni að egoið mitt já en ég og þú veist sem þá samblandaði að vera dramadrottning eða vera fórnalamb eða hvað svo sem það að meira einmitt einhvern veginn vera já þú veist það kom eitthvað upp á en þú veist þetta einhver með að kenna, þetta bara 50-50 og ég ætla að skoða hvaða hlut ég á í því og svona einhvern veginn smátt og smátt. Ég skal kenna þér eitt af æðislegt trikk að ef þú lendir í einhverjum krefjandi aðstæðum eða segjum bara rex og pex og rifrildi við einhvern annan ef ég lendi í svoleiðis aðstæðum og ég þarf að konfronta einhvern eða eitthvað ríkalegt gerist, ég byrja á því að spyrja mig Palli, hver var þinn þáttur í þessu? Og ég þarf að skoða það alveg brjálaslega heiðarlega, þú veist, ef ég næ ekki gera það sjálfur þá fæ ég hjálp einhvers stað frá, ég þekki fullt af góðu fólki sem að getur lána með dómgreind og stundum þá svarið bara einfaldlega það að ég átti enga sök á þessu. Akkurat. Stundum svarið það að það var ég, þú veist, ég var prímadonna, þú veist, egoið mitt, þú veist, vildi, einhvern anskotan. Og þetta mest hressandi spurning sem ég spyr mig, sko. Já. Að því þessi spurning, hver var minn þáttur? Hún stoppar mig frá því að fara út í dramað. Þá ég verð meira tilbúin til að fyrirgefa sjálfum mér laga það sem ég fokkaði upp. Akkurat. Þú veist, líka kannski bæta fyrir það. Hljóma kannski þversanarkennt, en líka þegar maður fer að taka ábyrgð á sér og sínum hlut, þá líka fer maður stundum að sjá það skýrara, nei, heyrðu, ég á bara ekkert í þessu. Já. Og þarna bara, og það það sem manni finnst kannski furðulegt, að þá fer maður oftar líka að sjá, heyrðu, ég bara rosa oft búin að taka blame fyrir eitthvað sem ég á ekkert í, skilur. En á meðan ég einhvern veginn ekki að taka ábyrgð á mínum hlut, þá eitthvað partur af mér sem að bleima mér líka þannig að ég einhvern veginn að skella skulda á mig fyrir eitthvað sem ég á ekki að vera að skella skulda á mig fyrir. Í stuttum var sagt að öll andleg vinna, alveg saman hvað hún kemur, hún einfaldlega, þetta eins og að taka til í geymslunni og fara með drastlið og óþarfan út í sorpu. Stundum þetta ekkert auðveld, þetta ekkert auðveld vinna og ég vil ekkert að hún sé auðveld, þetta getur verið mjög töff og sásökafullt, veist, en ég meina ég fer líka í gimmið, ég með æðislegan þjálfara. Já, ég sé þið oft þetta fyrir COVID, ég sá þið mjög reglulegu gestur nýr í vörglas. Hann heitir Björn Hilmar og hann CNI, ég er búin að vera núna með hann í 5-6 ár og ég fer í ræktina ekki til að hafa það huggulegt. Ég vil sársöka. Já, ég vil öskra, þú veist. Ég hef heyrt þig garga og hann að keyra vel á þetta. Það eru, þú veist, buffaði gaurar, þú veist, í vörðla sem að, þú veist, þegar ég byrja síðan að öskra brekkudjúslætir og en ég vil, þú veist, að því ég veit að ég fer inn í sársökan. Já, mér illt á, þú veist, eftir þessa backpressu, þú veist, og eftir, þessa hnébeyju, þú veist, ég skelf, þú veist, á löpunum eftir suma fótatíma. En, svo fer ég heim, sef, hvað gerir líkaminn? Líkaminn segir og við vöðvana sem að ég braut niður og þeir bæta á. Til að byggja mig upp fyrir næstu átök. Þetta á líka við
andan og hjartað og nú hef ég nú er ég bara þakkláttur fyrir þau átök sem ég hef lent í lífinu. Ég veit að verða fleiri en ég veit að næst þegar eitthvað krefjandi kemur upp á að þá er ég með ákveðin verkfæri til að díla við það og ég díla við það á staðanum. Einmitt. Þú veist. Ég tek það ekki með mér upp í rúm. Nei. Þú veist. Klára það. Það er líkilatriði. Já. Líkilatriði. Maður ég held að sé svo ríkt í okkur flestum að við forðumst eitthvað sem er óþægilegt. En því lengur sem við forðumst það, því óþægilegra verður það þegar tíminn líður, sko. Það er engin frestun á þessum hlutum, sko. Þegar þú veist þú að díla eitthvað óþægilegt. En hver vill fara í gegnum lífið á þess að fá nein verkefni? Ja, mjög góð punktur. Við fáum fullt af verkefnum út í eitt, stundum á hverjum degi. Já, en að því varst að nefna þetta með ræktina og við erum að tala um andlegu hliðina líka og þú tölum á hana tónleikarnir sem alltaf eru tilefna 50 sammælinu. Þú lítur mjög vel út með valdur. Þannig að smá rós. Ertu lengi búin að vera að því eitt af því sem gerist oft þegar fólk er að gigga svona mikið og svona, þá einmitt verður svefnin út undan, lífstíllinn kannski ekki góður. Ertu lengi búin að hlúa vel að sjálfum þér? Veistu hvað ég gerði alveg frá upphafi? Sko, í fyrsta leið þá hef ég alltaf bara farið vel með sjálfum mig. En þótt ég sé búin að vera að í rauninni lifa á því núna einstu 30 ár að spila á klúbbum og á öldurhúsum þar sem, og félagsheimilum þar sem fólk er að skvetti í sig og hafa gaman, þá fór ég nefnilega aldrei þangað. Ég fór aldrei eftir gig, ég fór aldrei í neinn eftirpartí. Nei. Ég er ekki nógu sósíal til þess að hanga á kaffihúsum, þú veist, eða einhverjum börum. Ég gerði þetta aldrei og ég er eiginlega búin að læra það pínlítið í COVID að ég sem sagt er introvert, ég er svona yndislegur introvert. Hvernig? Sem bara, mér leið svo vel að vera einn heima með mér, þú veist, dúllast heima með mér, flokka, sokka, safnið, eitthvað aftur og naut mér alveg svakalega vel. Mundirðu kalla það introvert? Ég er voðalega þá bara furðuleg blanda af introvert og extrovert. Og kannski vegna þess að ég er samsettur úr bæði maskulín og feminin pakkanum. Kannski er þessar indislegu anstæður að tóast á mér. En eitt af því sem þú sagðir á það með píluna, þú sagðir pílurnar eru náttúrulega bara hugsaðar til þess að tósa mann niður. Þegar þú kemur svona einhvern veginn bara, ég er bara stjarna hér og ég klæði mig svona og ég er svona, lendur þú ekki oft í því að vera að fá einhverja pílur og ef þú ert introvert, að þá tekum maður þessar pílur jafnvel of mikið nærri sér, þó þær komið frá einhverjum aðilum sem maður ætti ekki að vera að hlusta á, skilju. Jú, en þess vegna var ég líka búin á því 30, þú veist, og ég varð, þú veist, að skoða þetta, afgreiða, annars væri ég ekki þú veist, ég væri ekki til staðar. Nei. Annars. En málið er að ég er listamaður. Ég er fæddur listamaður. Ef ég hefði ekki farið að syngja í mikrofón, þú veist, þá hefði ég örugglega tekið pensil og striga og málað, eða ég hefði örugglega orðið fatahönnuður, eða ég hefði örugglega eða leikstjóri farið að skrifa handrit, kannski gera bíó. Ég er búin að sjá það, þú ert ekkert búin að vera að fara eitthvað mikið í viðtölum, þú ert búin að vera regluleg gestur í bíópodcastum. Já, og þar ég fengið að blása út, þú veist, það og sem ég hef ekki fengið tækjafri til oft. Þú ert alveg svona alvöru bíómynda áhuga maður. Alveg. Bíómyndinar eiga ákveðin stað í hjarta mér, á meðan tónlistin er í miðtaugakerfinu og háræðakerfinu, alveg þar, einhver sjálfsagður bara meðfættur hlutur, sko. Manstu eftir mómentinu þegar þú uppgötaðir að þú bara, þetta er það sem ég á að vera að gera, að vera tónlistamæður? Ég held að, Ég held ég hafi verið með þessar ljótu efasemdir sjálfan mig
lengi framan af. Og ég held ég hafi ekki rankað við mér fyrr en 1997, bara í Eurovision, í Dublin. Það sem ég alltaf í hennu, íslensku aðstæðurnar allar, skilur sem er í þessi 7 ára undan, gaman að því, þú veist, svaka skóli, en að fá að fara til Dublin í þessa keppni, allt í hennu var ég komin í þú veist, aðstæður, vinnu aðstæður, sko, með fólki sem vissi nákvæmlega hvað það var að gera. Og þar fann ég, hér er ég á réttum stað. Þetta er það sem ég var fættur til að gera. Ok. Og þú upplifðir það svolítið? Þá veit ég það. Og fram að þeim tíma, þá þá var ég alveg stöðugt að spyrja með því. Er þetta poprugl eitthvað að fara að halda áfram eitthvað lengi? Já. Er þetta ekki bara einhver 5 ár í mestalegi? Og svo bara tekum við ráðan hattinn. Núna í dag, ég held, núna í dag, þá líti ég á það þannig að ég held að ég verði svona blanda af Ragga Bjarna og Cher. Ég er alveg til í það. Ok, ekki. Ég finn mig í þeim báðum. Og einmitt, maskulin og feminin, þú veist. Bæði svona showbusiness englar, bara. Og ég þekkti Ragga Bjarna persónulega og ég fór á tónleika með Cher. Já. Í Zürich. Núna bara fyrir 1,5 ári síðan, rétt áður en COVID. Kekja. Og Cher er, 76 ára? Ég ætlaði að segja, hún var geðveik. Og Fáránlega hvað hún er öflug. Ég var á svona tónleikum og ég hugsaði með mér, ég er alveg til í þetta. Ég er 76 ára grúið drottning með hárkollu og að taka gömlu hittarana og elska það og þykja vænt lífið sitt og hittarana og að geta gert svona tónleika sem að segja það ákveðna sögu, veist? Og þetta er líka, sko, ég get svarað, ég held að af öllum þeim listgreinum sem að geti stundað, þá held ég að fólk tengist mest og sterkast við tónlistamenn. Vegna þess að, nú er ég búin að, Ég er að melta þetta núna? Já, máli er að nú er ég búin að gefa út svolítið marga plötur í svolítið mörg ár. Og hver plata tilheyrir ákveðnu tímabili. Og tímabilið þar sem þú varst ungur, þú veist, og hittir kærustunni í fyrsta sinn og þið fórið í fyrsta sleikinn, þú veist, þá var kannski einhver hittari með mér í loftinu. Þetta lag getur verið algjört krapp, þú veist, en þið tengið. Já. Þið eigið ákveðna minningar, þú veist. Þannig að þegar ég byrtist on stage 76 ára gamall, þú veist, að taka þetta lag, þá á ég eftir að ylja ykkur hjartarætnir. Já, góða punktur. Og tengingin verður örugglega mun sterkari heldur en fólk kannski næra að tengja við aðra listgreinar. Já. Ég fyndi hvað tónlist er einmitt, að því við vorum að tala um bíómyndir, það er náttúrulega líka hvað tónlist gerir mikið fyrir bíómyndir. Og einmitt, og ákveðin lög í bíómyndum og líka bara í tilfinningakerfin okkar, sko. Ég einmitt segir smásögur sjálfur mér, ég var fór í fyrsta skipti í Kundalini jógatíma núna á sunnudagskvöldið, Kundalini Activation, og ég bara til ég að mæta og gefa sér sens og eitthvað. Svo er bara fullt að gerast og mjög skemmtilegt. Svo var það bara, einmitt, lag sem er allt í hennu sett á svona í restina tímanum sem ég tengdi við ákveðna minningar og það bara byrjuði strax að detta tár, sko. Já. Þetta er svo sko, hvað músík nær djúpt inn í mann, sko. Þetta er ástæðan fyrir því að ég held að tónlist sé drottning listana. Af því hún getur líka, þetta er það listform sem getur haft áhrif á ófætt börn, nýfætt börn, ómálga börn, þú veist, pínlítil börn sem fara að dansa, þú veist, við eitthvað beat. Einmitt. En að horfa okkur á bíómynd og lesa okkur á bók, þú þarft að læra að lesa fyrst, þú getur að lesa bókina, þú veist, og þú þarft að preppa þig svolítið fyrir bíómyndina, þú veist, áður en kvikmynda læsi þitt, þú veist, mætir að svæðið. Svo líka geggjað eins og þetta segja með sér, sko, þegar þú komið með eitthvað svona,
ég veit ekki hvort maður að nota svona grand old einhvern veginn, þegar maður var að sjá Aretha Franklin einhvern veginn og bara svona, þeir eru búin að vera að öll þessi ár, svo kemur og tekur hitta, það eitthvað geggjað við þetta, sko. Já, einmitt. Það eitthvað geggjað við þetta, sko. Og Raggi Bjarnar líka maður. Já. Hvað hann var með þetta til dauð og dags. Og ég lærði í gegnum hann er mitt ég kynnist honum í gegnum milljónamæringana. Að í kringum árið 2000 milljónamæringar, það er alveg, ég hef búin að gleyma því. Já, ég var sko í hljómsveit alveg, frá 93 og ég meðmænda til svona 96 og þá tók ég smá hlið til að verða popstjarna og fara í Eurovision eitthvað og ég byrja síðan aftur að vinna með í kringum 2000 til 2006 þá datt þeim í huga að fara að hringja í aðra syngera til þess að vera með og smá saman þá voru vornir held ég 4, sko, ég Bókumil Font, Bjarni Ara, Raggi Bjarnar. Og ég fylgdist aðeins með Ragga, sérstaklega. Hann kom að það, þú veist, tók 1 sett, tók 5-6 lög og allt trilltist, alltaf. Og alltaf sama kynningin og verði ekki að horfa svona alltaf á mig. Þetta lag sem ég er búin að syngja 2850 og ef við kunnið texta þetta þá reyfið bara varirnar og bublið eitthvað vitleysu. Ég er búin að gera það í 50 ára og enginn upptökjað. og hann gaukaði að mér að því ég mitt spurði hann færði aldrei leið og verði ekki að horfa svona alltaf á mig. Hann hristi hausinn og sagði þú mátt ekki fá leið á hitturunum þínum þér verður að þykja vænt hittarana. Hvað gerum við til að fá ekki leið á hitturunum sín? Veistu hvað er skrítið hjá mér? Mér þykir vænt öll þessu lög og ég þarf ekki að æfa stansu stuð eitthvað en leið og það byrjar að það var eins og það eins og séum við eitthvað líkams bara komið í töðkerfið. Já, lögin fara inn í líkamsminnið og það kvikna bara á stanslaust stöðinni inn í mér þegar það byrjar og ég er alltaf full on og þú veist, og ég næ alltaf að fara aftur, þú veist inn í það lag, af því ég held að öll lög hafi líka ákveðna orku, jafnvel ákveðin dímon, þú veist sem þú getur alltaf náð í aftur. Hvernig er fyrir þetta tvennt sem við langaði aðeins að klára hitt með að því vorum að tala hérna með Eurovision og þú sér samt að fattaði ég að það langaði að gera þetta. Heldur þú sikkert algengt að því Ísland er svo lítið land og þetta er lítið markaður að það eru ekki margir sem jafnvel þú sitt mjög færi í listinniðinni að þá yfirleitt fyrstu árin þarftu jafnvel að vera að vinna eitthvað annað eða þú svona rétt nærða skrimta og þá er náttúrulega eðlilegt að þú hugsir er þetta eitthvað sustainable? Verði ég ekki að gera eitthvað annað? Heldur sé ekki mjög mikið af öflugum listamennum á Íslandi sem urðu aldrei fulltime listamenn einfaldlega því þið náðu ekki að láta enda ná saman í byrjuninni, sko. Vistu, ég skil ekki en þetta í dag hvernig mér eiginlega tókst að lifa fyrstu 10 árin. Ég græddi ekki krónu á neinni af þessum plötum engin af þessum plötum, þú veist, skilaði hagnaði en ég er líka bara þannig að ég er crazy, ég geri dýrar plötur, dýr plötuumslög, dýr músikvídeó, þú veist, dýr sjó, þannig að ég get ekki sagt að ég sé beint að þessu fyrir peningana, þú veist, og svo kannski græði ég eitthvað pílnuti og einhverju einu sjó og þá eyði ég þeim peningum í einhvern einhyrning. Einhyrning? Þannig að þýrandi þá er ég semst brjálaði listamaðurinn. Sem, þú veist, listaverki kemur fyrst. Allt annað má mæta afgangi. Ég skilji. En það verður líka til þess að stundum er svolítið lengi í gang og ég fæ kannski eitthvað demo sent frá einhverjum sem gerist mjög oft reyndar og ég finna þetta er gott lag, bara calling my name. Svo er ég svona við þetta lag í heilt ár. Það er svoleiðis. Að lesa lagið, þú veist, ég þarf að spyrja það býtu hvað ertu? Bara,
hvaða energi í gangi hérna, hvaða dímon í felum hérna milli tónana og ég þarf að ná í það, þú veist, og þannig klára ég texta, svo fyrst byrja stuðið þegar melódía og texti tilbúið, byrja stuðið að fara inn í stúdíu og setjast niður og nakkrífa stuðið hvernig þetta á að sanda. Þú veist, hvernig þetta verður útsett. Ertu með fullkomnunar, og þú nefndir áðan þetta með að vera með svona ákveðna fullkomnunar í stúdíunu. Og rosa eyra, þú veist, og auga fyrir dítilum og smáatriðum og svona. Og núna veit ég að það er gjöf. Og sem að mér þykir mjög vænt Þannig að það er stór munur á því að vera með fullkomnar áráttu og vera eiginlega óalandi í mannlegum samskiptum skilur á meðan. Akkurat. Þú veist, Stanley Kubrick að öskra á Shelley Duvall í Shining. Ég ætlaði einmitt að nefna Stanley Kubrick. Af því hann tekur, þú veist, sama atriði 70 sinnum upp og af því hún sneri einhverjum hurðarhún vitlust. Hann var náttúrulega þekktur fyrir þetta. Já. Klára hjónabandi hjá Tom Cruise og Nicole Kidman. Já, þú veist, þetta, hann skilaði af sér snilldaverkum. Algjörum snilldaverkum. Tómum snilldaverkum. En það var bara lifandi helvíti að vinna með honum á sama tíma. Og mig langar ekki að vera þar. Mig langar ekki að koma svolítið fram við fólk. En það mig langar ekki að koma svolítið fram við sjálf á mig. Það er til önnur aðferð. Ef þú ert með þetta auga og eyra fyrir dítilum að, prófum aftur, gáum getum við prófað EQ-ð öðruvísi, getum við prófað þennan núans, þú veist hvað ef ég víbra ekki hér heldur bara flatur, skilur og fullt af svona litlum kryddum og svona meðulum sem þú getur sett inn í músík og útsetningar og mix. En upplifur samt að augnabliki þegar úr sleppitökunum að þá sértu samt ennþá þannig að þið langi að vera að gera eitthvað meira. Já. Það ekki? Því það er eitthvað sem lítur að æfast bara með tímanum að maður... Vistu hvenær það gerist? Það gerist bara þegar lögin floppa. Þá sé ég eftir öllu og vildi óska þess að ég hef aldrei farið á stað. Þannig að en þegar fólk tengir og það er allt í gúti og þetta slæri í gegn og síminn hringir og það eru bókuð gig æði, þá er bara þessi lög bara bestu vinir mínir og verða það sem eftir sko. Hvernig er langað að spyrja þess út í þetta með að vera með, að þú er búin að tala um þessa tengingu, að vera með ólíka, þú hefur farið í alls konar, þú er að syngja með Móniku og svo ertu með diskóið og náttúrulega vandalega mjög oft með ólíka hópa fyrir fram að þig, allt frá því að vera í jarðarför yfir að vera með stórt diskóball. Hvað upplifur sem svona, er það bara ólíkt hvað þetta gefur þér, að vera með ólíka tegund af áhorfendur fyrir fram að þig, ólíka hópa fyrir fram að þig og hvers konar tengingu þú reynir þá að búa til? Veistu hvað skrítið? Skiptir engum máli þótt ég sé í jarðarför með Móniku eða með tróðfulla Laugardalshöll fyrir fram mig. Ég set nákvæmlega sömu orku í báðar þessar bækistöðar. Hún er bara ólík, þú veist, og á meðan jarðarförin er öll inn á við, þú veist, og stundum eftir með fólk fyrir fram að þeir sem er að díla við sorg. Akkurat. Og kannski er fólk sem er svo sorgmætt að það getur ekki grátið. Akkurat. Ég trúi því að rétt lag með réttum texta, réttur flytjandi, getur glung ítt á alla réttu takkana og þú baular út af þér tárunum og það er svo mikil hreinsun sem fylgir því að fá að gráta svona út. Þetta er bara svo gott fyrir sáluna. Að samanskapi brjálað ball eða bara
þjóðatíð í Eyjum, þú veist, og við teljum í eitthvað galið lag og þá er það allt bara út á við og þá er ég eiginlega svolítið eins og sirkustjóri skilur að stýra liðinu, að stýra partíinu og elska það að fá tilbaka þú veist, að liðið syngi bara þú veist, ég vil helst ekki þurfa að syngja neitt ég vil bara, geta rétt mikrofónum fram þannig að sérðu, hvað ég er samsettur úr, þessum tveimur algjörlega yin og yang pólum algjörlega maskulín, feminin þú veist, diskóið og balluðnar þú veist þetta er gjöfin mín mér þykir svo vænt þessa gjöf og ég er að reyna að fara eins vel með það og ég mögulega get Er eitthvað í músíkinni sem að þú átt eftir að gera sem þú sér fyrir þér að þú ætlar að gera? Einhver tegunda tónlist? Ég skulda sjálfum mér að gera standardaplötu. Hvað er standardaplata? Mér langar ógeðslega til að gera helst 2 plötur. Eina sem er sungin á íslensku og aðra á ensku. Og standard þá erum við venjulega að tala um lög sem eru samin kannski á árunum 1930 til 50. Já. 60 og við eigum slatta af standardum við Íslendingar og það er til nóg af standardum á enskri tungu skal ég segja þér. Akkurat. Og mér langar þetta svolítið að bara fara inn í lítið stúdíó með jazzkvartett þú veist og gera það ég er reyndar að taka upp plötu núna pop já. og að því tónleikarnir í Háskólabíói verða þannig í september og núna er smá svona COVID limbo þú veist á okkur þannig að ég hef núna tíma og hef nýtt tíman til að fara inn í stúdíó, taka upp spurningalagið er komið út æði elska það algjör tilviljun að yngri kynslóðin, þú veist, Unnsteinn Manuel og Elín er að gera sín cover út af gömlu lögunum. Þannig að í september þegar tónleikarnir eru síðan og gerast í Háskólabíói að þá er ég með nýja plötu í andirinu. Já, okay. Þannig að þetta verði ekki afmælistónleikar, þetta verða útgáfatónleikar. Útgáfatónleikar. Hvernig er það í nútímanum þetta með að ákveða ég er með x mörg góð lög ég ætla að gefa þau bara öll út sem 1 og 1 bara singul eða gefa út plöta því einu sinni var það náttúrulega bara svo lógist að gefa út plöta því þá keifti fólk plötur en nú er þetta bara alveg svo gjörbreytt. Já, veit það. Þannig að sko, við þurfum bara að haga seglum eftir vindi og ég er einn af þeim sem fekk að upplifa þennan mikla öldugang þetta crossfade úr fastaforminu úr geisladiskónu sem við gáðum selt yfir í stafræna heiminn og auðvitað, þú veist, eru allar svona byltingar, skilur ákveðið sjokk fyrir mann sjálfan og fyrir allan bransan og þú veist, þegar Napster kom, þarna late 90s, byrju hvað er að gera? Það er bara eitthvað lið heima hjá sér að stela lögum sem við erum að reyna að selja þetta á geisladiskó. Og þetta byrjaði náttúrulega með Napster. Já, og núna sem betur fyrir að þá er Napster málið allt saman bara lent og fólk er til í að borga pokkupening fyrir áskrift á Spotify eða einhverjum öðrum streymisveitum og ég veistu hvað fyndið, ég hef aldrei verið svona Spotify stjarna spurningarlagið með Birni er fyrsta lagið sem ég tek þátt í sem fyrir á toppinn á Spotify. Já, það? Já. Og ég er þannig að sé af gamla skólanum, sko. En ég sé ekki betur en að, nú get ég notað þetta orð, unga kynslóðin, sko, litlu krakkarnir, ég held að þau séu í rauninni að fá betri pening út úr þessu. Bara út úr Spotify, heldur en við gerðum með þessari geisladiska sölu í gamla daga. Í fyrsta lagi í den, það var rándýrt að gera þessar plötur, stúdíókostnaður, alveg gigantísku, sko. Og hann reyndar, maður varð mótiveraður, sko, maður mætti undirbúinn
í stúdíói skilur, stúdíó kostaði 70.000 kall á dag og maður varðað massa vinnuna. Nú getur við verið í svefnherberginu heima hjá Já, þetta náttúrulega þorrið miklu einfaldara. bara tekið þinn tíma en síðan var alltaf dýrasti kostnaðarliðurinn við að gera geisladisk var alltaf plötuumslagið 4 lita prent, það var það dýrasta sem það gast gert. Var það svoleiðis? Já. Hlutu umslæð. Þú veist, á meðan geisladiskurinn sjálfur kostaði kannski 20 krónur, þú veist, í framleiðslu, þá kostaði bæklingurinn, þú veist, 150 kall, hvert umslag. Og svo var þetta plastdrasli í kringum bæklingin, skilur. Og að fá þetta síðan til landsins, býða eftir því, leiðist út úr talli, keiri þetta síðan í allar búðurnar og reyna að tróða diskonum, þú veist, fremst í búðuglöggana og fremst í hillurnar og það allt saman. Það var svona fysikal erfiðisvinna og gaman á jólunum, gaman á þorláksmessu, þú veist. En af því kostnaðurinn var svo hár og mikill og dýr að þá heyrði það til undantekninga ef fólk fékk í alvörinni laun fyrir plötuna sína. Það voru plötunar sem seldist í 20.000 eintökum. Einmitt. Sem skiluðu hagnaði. Sem eru náttúrulega ekki marga plötur á Íslandi. Nei. Og venjulega voru þessar örfáu plötur sem slóðu í gegn. Þær voru raunin að borga tapið af allum hinum plötunni og plötufyrirtækjum sem seldist í 500 eintökum. En það kom tímabil þar sem að maður man eftir að það var rosa ólga yfir þessari breytingu og að nú væri bara verið að svona arðaræna tónlistamenn og allt þetta. En manni finnst einhvern veginn eins og sé komið meiri sátt í kringum þetta núna. Hjá tónlistamönnum og eins og þú ert að segja að þetta sé kannski bara, þú veist, þeir sem að gera gott eins og Spotify að þá er þetta bara fasta tekjur og þetta heldur áfram að tikka og eftir því sem katalógurinn stækkar að þá er þetta einhvern veginn ennþá öruggara að tikka og allt þetta sko. Reyndar þá er það sama sagan sko með Spotify, ef þú átt hittara þá er það hittarinn sem skila tíðin tekjum. Já. Og við erum enn við sama heikarshorni hérna á Íslandi að því markaðurinn er bara einfaldlega það lítill, ég held að enginn geti lifað af Spotify tekjum einum og sér, alls ekki. Nei, það er kannski, þú veist, er ekki þeir sem eru mjög öflugir Spotify listamenn á Íslandi, þeir eru kannski komnir í, er ekki 1,1 milljón download og þú fær hálfa krónu? Já, það er reyndar 1 króna á hvert streymi. Farið 1 krónu? Já. En síðan, þú veist, skiptist svo króna milli ákveðina aðila ef það er útgáfufyrirtæki og svo framvegir. Hvað með hina streymisveitinnar? Þeir er alltaf bara að tala um Spotify. Spotify með hvað, 98%. Já, það er náttúrulega svoleiðis. Bara rugl. Í podcastunum er þetta meira 50-50, sko. Ég held að eins og podcasti mitt sé svona 50-55% Spotify og síðan er það iTunes og einhverjar aðra veitur sem er að gefa helmingin á móti. En íslenska leiðin hefur alltaf verið svo, alveg frá upphafi rocksins, sko, er að það var eins og við ættum bara að gera ráð fyrir því að við fengjum aldrei neitt greitt fyrir plöturnar, þú veist, upptökurnar. Peningarnir, þú veist, tekjurnar, það fara bara eftir því hvað er duglegur að vinna og hvað er duglegur að tróða upp. Þannig að það er eins gott að þú fílir að fara upp á svið að tróða upp og spýta í lófana vegna þess að annars getur í rauninni gleymt þessu. Einmitt. Og ég tek eftir því að unga kynslóðin veit þetta alveg og gerir jafnvel ráð fyrir ákveðnum giggum, þau veit alveg nákvæmlega á hvaða skólaböllum þau geta tróðið upp á, hvernig þau gera díla, þú veist, taka jafnvel heilur hringferðirnar, taka bæjarhátíðir, þú veist, og enda á þjóðatíðum og allt brjálað. Og taka, þú veist, og við mögum ekki gleyma því, miklu meiri tekjumöguleika núna fyrir tónlistamenn á Íslandi heldur en var í den, að því núna eigum við, sko, það kemur vertíð eftir vertíð. Ok, jól, brjáluð, galinn, alltaf galinn. En svo kemur janúar, þú getur fengið þorrablót. Svo kom árshátíðir. Febrúar og mars getur fengið árshátíðir. Svo koma páskar. Í maí er alltaf brjálað Eurovision-ball hjá mér. Þú veist, í júní og júlí eru bæjarhátíðir. Í ágúst eru sko 5 helgar í röð sem eru crazy. Það er sko verslunarhelgin fyrst, svo prætið, svo menninganátt. Menninganátt, já. Og
svo kemur hérna Ljósan átti Keflavík Já. og þú veist, þannig að þú heyrir við erum í rauninni í betri málum myndi ég segja heldur en við vorum. Tækifærin Já. eru miklu fleiri og meiri og ég tek á hann hattinn fyrir þessu fólki sem byrjaði að búa til eitthvað sem líkist bæjarhátíðum. Maður fór að taka til því á 90s tímabilinu 1995 var Uxi þú veist Akkurat. á Kirkjubæjarklaustri og svona stórhuga fólk þú veist, klambraði saman Airwaves og allt í einu rankaði fólk við sér þú veist í þorpum út á landi. Það eru gullfalleg félagsheimili í næstu hverju einasta þorpu sem ég komið í. Félagsheimili sem virkar bæði eins og leikhús og jafnvel ball. Einmitt. Og þú getur líka haldið sitjandi tónleika. Þeir fiskar sem róa. Hvernig þá? Bara... Ef þú býr til túr og ef þú hefur nennuna til þess og getuna og fílar það, getur lífa bara allt í lagi lífi. Já. En það sér maður það, en það er ofboðslega mikið af öflugum ungum íslenskum tónlistamönnum sem að virðast vera ná að lifa af tónlistinni. Að maður tala ekki þessar hljómsveitir og þessar músikanta íslensku sem að eru með sitt eigið sound og þegar þú ert með þitt eigið sound þá selur þú líka utanlandsdyrana. Jú, akkurat. Óteljandi bönd sem að hafa gert víðreist og túrað og er bara í góðum málum. Akkurat. Ég misti að því svolítið. 1997 þannig að þegar Eurovision-leitin eru strax í kjölfari þá eða næstu 3 árin þára eftir er ég mjög mikið að þvælast Þýskaland sérstaklega, pínu Bretland, Skandinavíu, Benelux-löndin, skilurðu, tróð upp á næstu í öllum hommaklúbbum sem til eru, þú veist, og á gay-pride-hátíðum sem þá hétu og voru, og ég læriði nú svolítið mikið að því. Ég fekk nú lánaða dómgrind á þessum hátíðum og dróð það með mér heim til Íslands. En mikið óskaplega hefði ég nú þegið að fá eitthvað pínu styrk fyrir ferðaleginu. Kostnaður lendi í rauninni alltaf allur á mér. Flug og gisting og svona stöf sem taldi buddan varð ansi létt sko. Og endanum, þú veist, ég reyni síðan að gera svona make-plötu á ensku 1999 og þegar hún seldist ekki síðan þá var ég bara í djúpum skít. Hvað plata var það fyrir? Deep Inside platan. Það er fyrsta og eina alvarlega floppið mitt, sko. Allt annað sem ég hafði komið nálagt, þú veist, breytist í gull. Ég fekk gullplöturinn mitt fyrir þetta allt, þú veist. Og í rauninni þá lærði ég bara eitt, að ef það gengur bara vel hjá þér, þá ertu ekki að læra neitt. Nei, Ég vissi ekkert hvað það var að gefa út plötur í rauninni ekki fyrir en fyrsta floppi kemur. Og síðan þá hef ég farið svaka varlega í allt. Það er kannski þess vegna sem að ég svona lengi í gang, þú veist, ég geri ekkert núna í einhverju flippi, þú veist, það verður að vera ákveðin fullvissa, þú veist, í mér, til þess að ég leggja á stað. Af því þegar ég legg á stað, þá bílast ég og þú veist, þetta fer allt saman over budget og og ég kannski ekki að fara að fá neitt mikið út en ég meina, ég treysti því síðan að síminn hringi bara í kjölfarið. En er ekki það að koma sér á framfæri erlendis sem tónlistamæður, þá þarf maður náttúrulega að vera með svo rosalega gott fólk í að koma sér á framfæri líka, af því að þetta er svo svakalega, ég er búin að tala við bara hér eins og Svölu Björgvins, Jóhannu Guðrúnu, Klöru, þar sem í nælon, þar sem hún lendir í, það er þú gerir samning við plötu fyrirtæki, svo er bara
músíkinni stungið og hann í skúfu af því það verður einhver samrunn á plötu fyrirtæki Já. eða því það er bara ákveðið heyrðin það henda betur að gera þennan frægan og þetta snýst oft ekkert hver er bestur að syngja eða hver er bestur tónlistin þetta er bara hver var með réttu tenginguna á réttum tíma sko. En það heitir þetta music business. Já, algjörlega. Þannig að þegar ég lítið baka þá er ég bara mjög fegið í að hafa aldrei skrifað undir hjá einhverju stóru plötufyrirtæki. Ég er bara drullaðist til þess að gefa þetta út sjálfur og kaus bara þetta, ok, hér er ég að gera eitthvað disco-dót og ég skal bara leggja allt mitt undir og ef þetta floppar að þá bara tek ég ábyrgð á því sem ég þurfti að gera við típisarplötuna það tók mér 6 ár að borga upp skuldirnar 6 ár? Ég náði að borga síðasta reikningin árið 2006 þá var ég loksins svolítið skuldlaus been there too Var þetta svona dýrt? Já og en að samanskapi ef það gengur vel æði þá þá á ég fyrir salt í grötinu. Tókstu þessa ákvörðun mjög snemma að gefa út sjálfur? Ég fann það bara strax að það hentaði mér best. Já. Hvaða plötufyrirtæki með réttur á því gerir svona gerir þetta stöf sem að ég hef gert. Þetta verður að vera svona. Þetta verður að hafa ákveðið sound, ákveðið look, músíkvídeóin verður að vera ákveðin átt og sjóið verður að vera fullt af blöðrum og sprengjum og rugli og búningum og dansurum. Hvað sérðu fyrir þig núna? Þú ætlar að halda afmælis/útgáfu tónleikana í haust. Fram að því, ég meina, þú vongóður að það ekki með að það verði komið gigvænt sumar. Já, og ef það gerist, æði. Sko, engin veit neitt núna, en ég held samt að ég er búin að hringja í, öll félagsheimilin sem til er á Íslandi og tala við alla vertana, allstaðar og mér heyrist eins og við séum öll á sama máli að þegar 500 manna leyfið eða 1000 manna leyfið kemur sú helgi hún verður galin ég mun örugglega þurfa að flauta í nokkra dansleiki og blása til leiks, flauta til leiks með mjög stuttum fyrirvara. Já. 1000 manna helgin verður örugglega 4 gig sömu helgina, það verður eins og brjáluð verslunarhelgi. Bara Borgarnes á 50 degi, Selfoss á föstu degi, Spott í Kópavogi á laugardegi. Allt galið, allir færi sleik. Og hvað geta menn tekið mikið af svona gigum? Ef að ég er í góðu formi Ertu búin að læra inn á alveg? Já, ef að ég er í góðu formi sem að ég er, sem betur við að þá næ ég 3-4 gigum á viku. Já. Og þegar við vorum í leikhúsinu núna að gera Rocky Horror 2018 þá voru þetta að jafnaði 5 sýningar á viku. Myndirðu leggja það í öfnu að vera í þannig sýningu og að halda tónleika? Sko, það er eitt að vera í leikhúsi þar sem þú getur gengið að bara þínum búning, vísum og allt er á sínum stað, sko. En allt annað að túra. Þú veist, verslunarmannahelgi þar sem ég kannski einmitt í vatnaskóum á föstudegi, Akureyri á laugardegi og þjóðhátíð Eyjum á sunnudegi. Mesta energið fer í ferðalögin. Já. Ég er svona búin á því bara eftir ferðalögin. Giggin sem slík eru bara yndisleg. En ég næ þessu með því að vera eiginlega stöðugt að hita mig upp allan tíman. Að mindsetið sé bara á næsta giggi. Og ef allt er í lagi, þú veist, leið ég finna að það er allt í lagi, þú veist, að það er í lagi með soundið og það er allt klárt og tilbúið og ekkert að þessu, þá get ég sleppt tökunum og bara haft gaman. Bara haft gaman, einmitt. Og þeir fyrstu sem taka eftir í að það sé gaman hjá mér,
áhörundir. Já, einmitt. Þeir fatta strax. Já. Það ekki svolítið einmitt þegar þú ert að performa að þú eru einhvern veginn, eða þitt innra ástand fer út í salinn, sko. Vissulega. Það nú bara þessi indislegi kontaktur sem þú átt við áhörundur. Það kontakturinn sem vaknaði upp hjá mér, gagnvart sér, þú veist, þegar ég sá hana. Akkurat. Þú veist, fullt af minningum og, þú veist, svo var hún flott og þessu lögur og æðisleg og hún geðveik, þú veist, að syngja, þú veist, allt í upprunlegum tóntegutum, þú veist, sá ekki á henni. Er einhver aðrir sem að þið líður eins og þeir eftir að fara á tónleika þá, út í heimi? Ég á eftir að sjá Janet Jackson. Já. Control-platan hennar 1986 vakti mig. Þetta var fyrsta elektróplatan sem grúfaði. Prince var reyndar búinn að komast hans í nálægt í, sko. Og sagan segir að Prince eigi nú eitt lag á sér plötu. Það var hann sem samdi What Have You Done For Me Lately. Já, ok. Ef þú hlustar gangjálega, þetta getur verið Prince-lag. Ok. Ég var að tekka á því. Mér skilst á einhverjum tónleikum þá byrjuðu þið að spila á Prince tónleikum. Sheila E. var með mækin. Og Prince grípur frammi fyrir Sheila E. Þegar hún syngur What have you done for me lately? Who wrote that? Þannig að ég skulda sjálfur mér að fara á tónleika með Janet Jackson. Þannig að þegar og ég verð að fá að sjá eitthvað úr Jackson-veldinu á meðan þau eru hress og ennþá lífi. Já, geggjað. Erum við ekki búin að fara yfir, sko, þú sagði við mig áður en okkur viðtala að þú þyldir ekki small talk. Nei. Það ekki búin að hefnast ágætlega okkur að skauta fram hjá því? Ég held það bara. Nei, ekki. Og ég er búin að læra núna, þarna er ég nefnilega introvert að ég hef enga þolumæði fyrir small talk. Það slokna bara á mér og þess vegna kannski finn ég mig ekkert á kaffihúsum eða einhverjum partíum með einhverju fólki og svona blá. Ég er miklu meira one-on-one og þú veist, ef þú spyrir mig hver er tilgangur lífsins? Þá vakna ég. Já, ég skil. Og þannig að þar er ég og líka þú spyrir bíómyndir. Já. Er þetta dásanlegt að fá það heimsókn? Er þetta búið? Já, halda fram. Ég veit ekki. Við erum búin að vera í þetta er svo gaman. Við erum búin að vera í næri 2 tíma. Aha. Já. Wow. Hvað er það eftir að tala um? Býtu. Það veit ég ekki. Býtu. Ég er nefnilega undirbý mig. Þetta hef ég aldrei gert í viðtalaður. Ég undirbý mig undir viðtölur og skrifa allt niður en ég kikki síðan aldrei á það, sko. Aha. Já. Þannig, sko, þá getur mig að skvíla því. Já, ég spurði, ég myndi mitt hvernig ég tók síðast viðtalið. Það var forsíðu viðtal þegar þú fórst í ferðina til Sierra Leone. Ertu að djóka? Já, þá tók ég forsíðu viðtal. 2011? Já, þá tók ég blaðaviðtal við því það var forsíðu fréttatímans sem var þá. Já. Þú mitt, ég man að svo ferð það áhrif á þig. Ekkert smá. Og ef að UNICEF myndi hringja aftur og biðja mig að fara í aðra svipaða ferð, klukkan hvað ég mæta? Það er svoleiðis. Já, ekki spurning. Ekki spurning. Og ég á eftir að skoða heiminn aðeins meira og betur. Já, einhverju sérstakki partar af heiminu sem þið líður eins og eftir? Alveg eftir að fara til Asíu. Já. Ég á það alveg eftir ógert og það er bara óplægður akur, sko. Já. Sem svo skrítið. Marti, ég hef komið nokkru sem til Japan. Mér líður eins og það verður nú eiginlega allir að fá að koma til Japan. Það er bara svo rosalega futuristic og bara einhvers konar svona... Mér skilst þessi til Godzilla Hotel. Það er allt til í Tókjó. Í Tókjó. Og það er bara hótel sem er stórt og sko real size Godzilla. Já. Og í staðin fyrir einhverja kirkjuklukku eitthvað, þá gargar Godzilla á klukkutíma resti. Ég bara kaupi það að þetta sé í Tókjó, sko. Já. Það er allt í Tókjó. Nei, því Asía er náttúrulega svo ólík. Því svo er maður með Suðaustur-Asíu, þar sem er með Bali og þar sem er náttúrulega meira svona, strendur og þannig dót, sko. Já. Síðan og ég var alveg eftir Kína og síðan sem svona löndir svo Bhutan, sko, sem er það sem ég held að sé í landslögum að það allir vera hamingjusumir. Nei! Bhutan. Vá! Þeir hleypi ekki inn nema ég held þeir hleypi inn
mér minnir að sé 20.000 ferðamenn á ári Býtu, og hver mæli hvarðið þeirra á hamingju? Er hún mæld í tölum? Nei, sko, ég kann ekki alveg að segja frá þetta er í raun og veru bara svona statement að materialismi sé ekki það sem allt snýst sko. En yndislegt. Já, frábært, og fólk sem hefur komið þangað þekki nokkra sem að fara þangað, segja að þetta sé algjörlega uník upplifun, vegna þess að það er svo fáum verðamennu hleyftinn og haldast eiginlega alveg óbreytt í gegnum aldirnar, sko. Þannig að þetta er eins og þetta koma bara langt aftur í tíman og svona, sko. Heyrðu, þú ert búin að selja mig Bhutan. Það ekki? Já. Bhutan. Farðu og kíkir á þetta. Sko, að því þessu hef ég áhuga á, að því ég held að hamingjan, þú veist, hvað er það að vera hamingju samur? Geturðu, í hverju er það mælt? Það er mjög erfitt að mæla Ég held að ég sé alveg ofsalega hamingjusamur og sáttur í grunninn, alveg korið í mér er hamingjusamt og ég held ég sé það hamingjusamur ég get ekki einu sinni falið það okay. Og það er örugglega vegna þess að ég er að vinna vinnu sem tengist áhugamálunum mínu. Það er lykilatriði. Já, þannig að mér leiðist aldrei að fara í vinnu. Ég á aldrei leiðilegan dag. Nei, skilur. Og meira segja, þú veist, að undirbúa, hita sig upp, skilur, og leggja þann metnaði það, dressa sig upp og vera sætur og fín, að I love it, þú veist. Það er rosalega jakkaföld, Moods of Norway. Meira segja, sko, þegar bara þegar ég er að dressa mig upp, skilur, fyrir þetta viðtal, þar með viðtalið byrjað. Það er mjög góða punktur. Skilur, sjóið byrjað. Já. Ég er alveg þar. Já. Og þannig að það gerir mig hamingjusaman. Peningar, akkurat núna á ég enga peninga. Ég er í mjög miklu mínus eftir þetta COVID-ár. Er það? Já, tekjufallið mitt var 76%. 76%? Milli ára. Já. Var eitthvað gert? En ég minna jarðarfarirnar og litlu prívatpartíin algjörlega björguðu lífið mínu, sko. Já. Ég náði að borga næstu því allt sem mér ber en yfirdrátturinn í bankanum er alveg ansi hár. Og ég ætla að leyfa honum bara að vera ég ætla að leyfa sem yfirdrætti að vera þarna bara að ég veit að síðan byrja ég að vinna og ég næ. Þú þarft ekki 6 ár í þetta? Ekki þetta, það held ég ekki, nei. En var eitthvað gert fyrir þú stóð til á tímabili að fara eitthvað að kalla danska leiðin eða eitthvað? Sko, ég fekk núna daginn tekjufattstyrk. Já, einmitt. Já, og að því ég er einmitt tekjufallið mitt er meira en 40%. Já, einmitt. Og það sem ég er í 76% af tekjufallið milli ára, að þá er ég gjaldgengur í það, slíkan styrk, sko. Þessi styrkur dugir ekki til til að borga upp yfirdráttinn. Ég er núna að bíða eftir svo kallum viðspyrnustyrk og ég get ekki eins og sótt hann ennþá. Þú veist, ég held að forritið sé ekki eins og tilbúið. En ef ég get sótt hann og fæ hann, að þá er ég ekki sloppinn en ég kemst nær núllinu. Það er ekki stærsta atriði peninga að mann ennir ekki að vera með peninga áhyggjur. Sko, og það er hundleiðilegt. Ég get ekki, þú veist, ég hef alveg verið á þeim stað, sko, að leyfa peningum að hafa áhrif á það hvernig ég dreg andan yfir daginn. Og ég varð, þú veist, til þess að bjarga andlegu heilsunni, þá varð mér að vera alveg sama og á sama tíma sína ákveðna ábyrgð. Einmitt. Ég varð að taka saman allt það sem ég skuldaði og forgangsraða skuldunum. Og þú veist, byrja á skattmann, þú veist, borga skattana sína, ég vil ekki díla við dráttavextina frá skattmann, ok? Þannig að þeir mæta forgangi, ok? Ég þarf ekki að kaupa mig ný jakkaföt. Ég á nóg af þeim, þú veist. Og ég lærði það í COVID. Djöfull á ég mikið að drasli maður. Sem að ég er bara búin að vera í því að hreinsa heimilið mitt og alls svona drasli. Ég er búin að vera í því líka. Það eina sem þú getur verið fullvissum í lífinu er að þú munt safna meira drasli.
Þetta er rosalegt. Því svo sko, ég þegar ég fór í sókví, þá byrjaði ég að taka dót og setja í svarta póka og svo er ég búin að losa með einhverja 4-5 svarta póka og það sá ekki högg á vatni, sko. Þá hugsaði ég, hvar kom ég þessu drasli fyrir mér? Já, og ég er núna að hreinsa heimilið mitt af drasli og í leiðinni þá held ég að maður hreinsi pyrriti sjálfan sig innmortis. Það er fáránlegt, það virkar svo leis. Það er alveg fáránlegt, sko. Og það gerir mig hamingjusaman, þú veist að búa, þú veist, á fallegu heimili, ég vil gera fallegt í kringum mig og ég er happy homemaker, ég elska að þrífa heima mér og elska að elda og... Er það smá kannski það sem að væri introvertin í þér, því þú hefur verið mjög áberandi í mjög langan tíma og þú hefur farið í viðtöl og þú hefur opnað alls konar hluti, en þú svolítið heldur heimilinu sem einhverju svona sem þú... Þar dreg ég líka línuna. Já. Og þar líka bara tek ég ábyrgð á athyglisýkinni í mér. Það vitlega hver ég er, þú veist, það þekkja mig allir. Ég fer eiginlega ekki út úr húsi eitthvað að versla í matinn á þess að einhver sem betur fyrr horfa á mig og sem betur fyrr þá fæ ég venjulega jákvæða athygli. Já, einmitt. Þú veist, að fólk sér mig og brosir pínu og mér þykir ógeðslega vænt það. Já, geggjað. Og það þýðir aðeins eitt að einhvers staðar á leiðinni, einhvers staðar á þessum 30 árum þá hef ég búið til einhverjar góða minningar hjá viðkomandi. Þetta er mjög spes aðstæður að vera í að labba út í bæ og fólk brosir til manns. Já, bræðislega. Og það eru rosa verðmæti í því sem gera mig hamingjusaman og mikil verðmæti líka fólkinu í því að ég get unnið þess að vinnu staði allir þessar sköpun og það að performera svona mikið er ákveðin sköpun, það er ákveðin gjörningur, þetta er gjörningalist og næringin sem að færa út í því, þú veist, yfir velhættum við sjóir, ger mér líka hamingjusaman. Ég passa mig á því að umkringja mig góðu fólki sem hefur jákvæð áhrif á mig. Ég hef fengið minn skamt af negatífu fólki í lífinu og að vera með negatífu fólki eða fólki sem hefur slæma áhrif á mig það er ég fæ svona köfnunar tilfinningu það er eins og það er svo að labba í drullu þú veist, í rigningu og ég get það ekki og ég það líka lítið eigin bara kannski hef ég haft ákveðin negatív áhrif á annað fólk að samanskapi og þar með eigum við ekki saman þú veist, bara, samskipti mín og þín eru bara eitt langt járnbrautarslys skilur en við aðra er allt smúð og þau skilja tungumálum mitt, þau skilja vini mínir fatta hvenær ég er hvatvís, þú veist, skilja húmórum minn sem er byggsvartur og og alls ekki allra skilja þessar rugl bíómyndir sem ég horfa á þú veist, og geta horta þar með mér þú veist, hvað er það, splattimyndirnar? Ekki bara þær, líka þetta arti-farti-dót allt saman þú veist, og það er eitt sem að ég mælum með úr því unga kynslóðin og litlu krakkarnir er farin að hlusta mann þú veist, og hlusta át á diskostöf ég ætla þess að beina til þeirra ef þau ætla að fara að gera músík sjálf eða skapa einhverjar listir hlustiði á allt ekki, eða ætla að fara að gera diskoplötu ekki bara hlusta á disko hlustið á klassíska tónlist hlustið á gamlu jazzkeggjarana hlustið á Rakabjarna hlustið á kvikmyndatónlist hlustið á country hlustið á rappið, hiphopið
teknóið og allt þetta og ég get lofa ykkur í þið eftir að gera geðveika diskóplötu og ég hef verið svo lánsamur í lífinu að hafa fengið að smakka á þessu öllu ég kem að stóri fjölskyldu öll mín systkini voru að hlusta á sitt hvora tónlistastefnuna þegar ég kem í heiminn langsíðastur sko, ég langingstur sko þannig að ég var svo heppinn að fá að heyra bara allt með móðurmjölkinni þú veist, klassíkina frá pappa og mömmu og þjóðlaga tónlistina sem að Ditto var í hún var í spilverkinu þú veist Kate Bush, Pat Benatar Thin Lizzy, Motorhead ég fekk allt skilur ég Þetta er líkilatrið, pikk upp úr ólíkum áttum hlustaðu á allt þú veist, ef þú ert að skrifa bók, lestu allt lestu líka, þú veist rómantísku rauðu ástarsögurnar sem þú getur keypt í bónus Fórst það ennþá í bónus? Já, ég tók eftir einn daginn Rómantísku rauðu ástarsögurnar og þú veist, ef þú ert að fara að gera bíómynd horfðu líka á svona drull, drasl, splattamyndir og horfðu líka á Metropolis skilur sem er þrekvirki þögult þrekvirki og hérna smakkaðu á þessu öllu áður en þú leggur á stað og einu getur lofaði ég get lofaði því að ef þú ert listamaður fyrir það fyrsta þá munt þú setja þitt touch á listaverki Akkurat. þú þarf ekki að fara að gera Metropolis það er enginn að fara að gera hana aftur þú veist en ef þú hefur þetta know-how bak við það ég mæli með því heyra litlu krakkarnir í mér Það held ég, fullt af fólki að hlusta á mér já, og að því við erum búin að halda aðeins áfram það var einmitt þegar ég var að spjalla við fyrstum á kominga þú varst mjög ánægð með eitt þátt það var þegar ég fekk erp hérna ójá, þú varst mjög ánægð með það þátt ég elska erp ég held að hann elski mig líka hann er alveg 100% hann er æðislegur það var svo gaman einmitt líka erpur er filterslaus akkurat og við þurfum það er svo þakklátt að rosalega sko þegar fólk er filterslaust, ég ætla að vona að ég sé það líka Já, ég er kannski filterslaus á annan hátt heldur en hann annan hátt hann er bara svo skemmtilegan talanda og svo djúpa þekkingu á íslenskri tungu hvernig hann notar hana það er listaverki sjálfur sér að hlusta á hann tala það er svoleiðis sko það er svoleiðis og einmitt líka bara gaman þegar maður dettur í pólitískt sko spjall við eitthvað sem er ekki pólitíkus það verður eitthvað en allt öðru sko. Ég veit það ég alveg geta það ekki þú heyrir það á mér, ég er ekki þar ég er alltaf svona sjanghæjað framhjá pólitík, já og en það er hún oft alveg hundleðileg já, og líka kannski vegna þess ok, hér er ég eitthvað, ranga við mér árið 1993 orðin eitthvað andlit einhvers konar mannréttindabaráttu þú veist eitthvað sem að ég ætla að vera aldrei að fara eitthvað út í veistu, ég hef aldrei verið í stjórn samtakana 78 eða neitt, aldrei ég var í undirbúningsnefnd hins einn dag, þú veist, þegar þau voru að byrja 1999 til 2006 það eina sem gerist þegar ég mæti á fund einhvers staðar, einhvern félagsfund og þú veist, fundur er settur á dagskrá fundar í dag er ég, þú veist svona út bara það er eitthvað ADHD athyglisbrestur eitthvað ég erfitt með að sitja kjur ég frekar við bara að fá að vita í hverju er ég góður og hvað get ég gert þetta ég fyrir það bara að gera það bæ, ég hringi ykkur þeirri tilbúið ég dáist að þessu fólki sem nennir að vera að vinna við þetta sko. Já, ég verð að dásta því líka sko. en ekki hringi mig Hefur verið hringtið og hefur verið beðin að fara í pólitík? Stundum, já, á og til já. Úr öllum áttum bæði vinstur og hægri ég hef alltaf sagt í síman ertu galinn og nei að því ég er á þeirri blaðsíðu að mannréttinda barátta alveg sama hvurs barátta það er það er mannréttinda barátta hún verður að vera þverpólitísk einmitt að því þegar þú stendur í mannréttinda baráttu hvort það er fyrir hvað sem er fyrir fatlaða, intersex, trans, gay eða öryrkja ég get lofað því allt þetta fólk kemur hvaðan ef að
we are everywhere og við erum í öllum flokkum. Þessi barátta má aldrei verða flokkspólitísk. Nei. Hún má aldrei fara út í við á móti þeim. Nei. Sem gerist stundum, sko. Það er hræðilegt. Já, en það gerist stundum. Það er hræðilegt. Það gerast í þessari polariseringu núna stundum að þá svona, þú veist, ef ég er hérna megin við línunni í pólitík að þá á ég að vera með þessa skoðun í þessu og þessu og þessu og mér fannst COVID dett inn í þetta Akkur þarf COVID að vera pólitískt? Fyrir ekki internetið og kommentakerfið bjó til þessa polariseringu. Já, rétt. Og algoritmannir og allt þetta, sko. Það er náttúrulega, Við höfum aldrei verið svona polariseringu. Það er bara polariseruð í mannkynssögun. Nei, rétt. Ég rætti þetta dálítið við hann... Fucking hræðilegt. Ég rætti þetta dálítið við hann Jónas Sig þegar hann kom inn. Það náttúrulega er forritari og tölvuspecialisti, sko. Þetta með algoritmanna og einmitt hvernig við búum til hérna bergmálshellin okkar og þetta er alveg brjálæðislega áhugavert, sko. Og hryllingssaga á sama tíma. Já. Þú er svolítið, geldur svolítið varhug við samfélagsmiðlunum og... Þú hefur aldrei séð mig rífast við neitt eða yppakokk á kommentakerfi á internetinu. Ég geri það ekki. Nei. Ég fer ekki þangað inn. Nei. Og veistu hvað ég held? Ég held að 76% fólks sitja yfir frá tölvuna og fylgist með einhverju hnakkarífrildi, þú veist, og yftir öxlum og er ánkolur í augunum. Einmitt. Í alvöru. Einmitt. Ég held að persónur og leikendur í járnbrautarslysinu mikla séu bara örfá manneskjur. Það er svolítið svoleiðis. Sem líka svo, mér finnst gaman að það er allt í einu byrjaði því að ég er náttúrulega með þættina mín í mynd á YouTube og það er hægt að kommenta og það, ég myndi segja svona 90% af kommentunum myndi þættina mín eru jákvæð. 95%. Það er bara, þetta var frábært viðtal, hann er frábær og mér finnst það svo gaman, sko, því maður er einhvern veginn svo vanur í að kommentakerfið þurfa að vera eitthvað slæmt, sko. Já. Það er ekki lögmál, sko. Nei. En ég held samt að við sem að læra vonandi að það sem þú setur inn í internetið, það er það sem þú fær tilbaka. Já, það er svoleiðis. Og eins gott að læra það og vera með það á hreinu og þá kemur önnur svona áskorun. Ertu tilbúin til þess að lifa með því sem þú setur inn? Ertu tilbúin til þess að standa við það sem þú gerir? Það getur verið komið með kynslóð núna sem að er einhvern veginn vex það mikið upp með þessu að hún mun kannski kunna betur á þetta og einhvern veginn Eða þá við séum komið kynslóð sem á eftir að gefa á fokkjuputta. Já, það er líka möguleiki. Á samfélagsmiðla. Það er líka möguleiki. Kynslóð sem kveikir á því að like-takkin er lygi. Þú veist, þú fíknast upp. Þú veist, ég hef fíknast upp. Þú veist, við að setja út post í loftið, að setja út nýtt lag í loftið og ég sef ekki nóttina, þú veist, að fylgjast með views, likes og þetta, og þú veist, þetta er ekki gott. Ég er í svaka átökum við sjálfan mig, sko, með þetta. En þetta er alltaf hannað til þess að þú setir eitthvað í loftið og nægir á það neglutnar í sjólaring. 100%. Þú veist. En þetta er svo margt annað. Þetta væri, ef við værum að nota þetta á fullkomin hátt, þá er þetta frábær tól, sko, til þess að vekja athygli á því sem maður er að gera og til þess að eiga samskipti við fólk, en síðan bara erum við mannleg og breysk og með fíknitilhningar og þá er oft bara miklu hægara sagt en gert að eiga við þetta af skynsemi og réttan hátt, sko. En veistu, ég hef sagt þetta áður og ég ætla bara að segja þetta aftur. Internetið er magnaðasta tæknibylting sem hellist yfir mannkynnið síðan bíllinn síðan vélknúin bíll tók við af hestvögnum út á götu. Og hvað gerist þegar hestvögnin verður að víkja fyrir einhverju vélknúnu drasli á 4 hjólum? Jú, afleiðingin varð mörg ljót umferðarslys, einkum og sérlega þegar unglingar fengu allt í einu bíllykla in the 50s og allir vildu vera svo James Dean. Og kunnu unglingarnir að keyra þessa bíla? Nei, afleiðingin var ljót umferðarslys og við vorum neytt til þess að búa til umferðarreglur.
Í dag, þá skilur allir heimurinn hvað rautt, gult og grænt þýðir. Við erum núna, held ég, að bögglast við að búa til umferðarreglurnar á internetinu. Við höfum öll orðið vitni að mörgum ljótum umferðarslysum á internetinu. Og misjafnt sauður og fólk sem inni sem hefur ekkert gott í hyggju. Við erum bæður búið til umferðarreglur fyrir notendurna, en síðan eitthvað sem segir mér að það verði líka búin til umferðarreglur fyrir þessi fyrirtæki og þá sem eiga fyrirtækin, sko. Eins og Facebook og þetta vegna þess að þetta eru bara orðnar og valdamiklar einingar eiginlega til þess að sé hægt að leyfa þeim að hafa þetta bara einhvern veginn. Já. Það er svolítið svoleiðis. Já. Og þannig ég held þessum á þessum stað og ég get bara, vonað og beðið að rautt, gult, grænt verði að veruleika í netheimum, skýrar umferðarreglur, sko. Ég get farið núna út og keyrt bílinn minn og það er bara geðveikar samgöngur, þú veist, og allt smúð. Ég veit ég kemst heim smúð og í heilu lagi ef að ég fer varlega, þú veist, og lendi ekki neinu. Já, góða punktur. Já. Umferðarreglur fyrir netin. En núna, þá er ég á netinu og ég fæ einhvern helvitis post, þú veist, með myndum af mér sem lítur út fyrir að vera ég að senda aðdáendum mínum eitthvað bréf þar sem ég er að segja að maður fara einhverja vefsvæði að gefa kreditkortanúmerið sitt. Já, einmitt. Og það er eitthvað sem ég sendi beint til rannsóknarlögreglunar þú veist, og kæri og ok, stundum mjög erfitt að gera nokkuð í því að þeir geti ekki svona lókittað hvaðan svikapóstarnir koma. Einmitt. Það er rosa flókið, sko. En sjáðu eitt, við til dæmis núna, ok, Íslendingar. Ég veit að svindlpóstarnir eru farnir að verða flottari og fullkomnari. Ljótt að segja að svindlpóstur sé fullkomin, en íslenskan er farin að verða betri. Þetta er ekki bara eitthvað Google Translate íslenska. Ég er farin að halda á nýjustu póstunum, sko. Það er einhver líkara en þetta fólk sé með eitthvað Íslending bara í vinnu við að skrifa þessa texta. Já. Þetta er orðið það flott. Já. Við samt, skilurðu, sem heimasítjum þurfum að fatta og læra hvað er svindlpóstur. Og ef að ég er búin að gefa út fyrir löngu síðan að ég mun aldrei búa til eitthvað happdrætti, þú veist, viltu vinna máltíð og veitingastað með mér? Þú veist, ítt á þennan takka og skráðu þið hér Nei. Einmitt. Þegar mitt fólk sem fylgir mér, skilur, veit þetta, þá gleypa þau ekki svona svindlpósta hrátt. Einmitt. Ok? Og þannig að þetta er líka við. Við getum ekki bara beðið að verði búna til einhverjar umferðarreglur, sko. Við sjálf, þú veist, þurfum að vera með fattarann í gangi. Absolutt. Og þannig komst við heil heim í gegnum næsta surf á netinu. Gekka. Góð lokaorð. Það ekki bara. Held ég. Ok. Dásanlegt að fá þig heimsól. Heyrðu, bara mjög næs. Það ekki? Fínt líka að geta að tala svona í flæði. Það ekki? Já. Það veist mér. Ég ætla að vona að það er bara eitthvað gott komið út úr þessu viðtali. 100%. Ég ætla að vona að einhverjarna sem heyrir þetta geti tekið eitthvað af þessu til sín. 100%. Tekið til sín og og vonandi gert eitthvað gott við það. Dásanlegt. Dásanlegt. Okay. Takk fyrir komin. Takk sem leiðis. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru auðvitað þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og mér langar að biðja ykkur, það væri rosa vel þegið, að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.